Druslugangan, fríðin upp úr, þöggun, allar þessar byltingar, hafa þær haft áhrif á ykkar starfsemi? Já, alltaf þegar það kemur upp mikil umræða í fjölmiðlum kynferðisofbeldi þá hringir síminn hérna stanslaust og það kemur fullt af fólki í viðtöl. Bæði það vegna þess að það fullt af fólki sem ákveður að koma í fyrsta skipti og það ótrúlega jákvætt þegar fólk allt í einu áttar sig á því að það þarf ekki að burðast lengur sjálfsmyndsskömmina, það getur komið í viðtöl og byrja að hjálpa sjálfu sér og síðan þetta líka fólk sem ákveður að koma aftur í viðtöl eftir kannski hlé þegar það finnur þörfina, þetta kannski triggering svona fyrir suma. Fólk duglegra að taka þetta skref átt sig á því að ofbeldi var ekki þeim að kenna. Í Túnis löggjöf sem segir til það að ef fórnarlamb nauðgunar undir 20 þá getur gerandinn sloppið undan dómi með því að giftast fórnarlambinu. Og enginn þorir að kæra lengur út af því að þær eru hræddar að þurfa að giftast nauðgara sínum. Mér finnst svo athyglisvert að fríðin upp úr bylgjan spratt svolítið sem viðbragð við það að það var verið að skamma stelpu eða svona eiginlega fyllan af skömm, þar segja Öddu og svona láta hana sjá eftir því að hafa postað þessari mynd og svona svolítið að þakka. Og það eiginlega sama sem gerist í þessari þöggunarbylgju sem kennd við hashtagið þöggun að það umræða í gangi inn í þessari beauty tips grúppu tiltekinn einstakling sem hefði beitt kynferðisofbeldi og þá var þeim þræði kippt út og margir litu á það sem þöggun það væri að fylla þessa einstaklinga af skömm fyrir að hafa tjáð sig þetta. Það svo mikið, það bara stuðningur í því að vita þú ert ekki ein. En það samt svo sorglegt að það sé svona allt. Þetta er svo blendnar tilfinningar. Maður fyllist bara viðbjóði að sjá hvað er rosalega algengt vandamál að fólk verði fyrir kynferðislega ofbeldi. Ég vil meina að þetta sé komið 1000 sögur, sko. Ég get ekki lýst í hvað ég er hrædd akkurat núna að posta þessu hér. Í ágúst í fyrra var mér nauðgað. Hann gerði lítið úr mér, hrækti framan í mig, sló mig og kallaði mig alls konar ógeðslegum nöfnum. Það er eitt sem stendur upp úr sem hann sagði, sem fær mig til að deyja innan. Þú ert hóra, en það er allt í lagi því að þú ert hóra mín. Vinkonur mínar hlúðu á mér og fóru með mig upp á bráðamóttökudeild þar sem ég fór í skoðun og fékk áverkavottorð sem kveður á hrottalega nauðgun. Ég gat ekki lokið við alla skoðunina því að læknirinn sagði mömmu að ég myndi fá taugaáfall. Ég var svo brotin og buguð. Mín allra mesta eftirsjá var að segja ekki frá strax, fara upp á lögreglustöð strax og kæra strax. Ég er búin að vera áreitt af gerenda mínum og vinum hans núna í smá tíma og mamma mín líka. Eitt skipti fékk hún póst frá ungum strák sem ég stóð. Hann þarf ekki að nauðga. Hann er myndarlegur. Þetta er ein af þeim mörg hundruð færslum sem skrifar voru í lokaða Facebook-hópinn Beauty Tips en í hópnum er yfir 30.000 íslenskar stelpur. Það sem var kannski hvað mest sláandi var að sjá allan þennan fjölda frásagna, sérstaklega í ljósi þess að við teljumst einna fremst hvað varðar jafnréttismál í heiminum. Já, ég fór sérst að hugsa hvað getur maður gerst? Einhvern aktivisma. Og mér datt í hug að þegar ég hafði eitt sinn farið á sýningu Píkusögur. Og þar var svona gjörningur í lok sýningarinnar, þar sem fólk var beðið að standa upp eða hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Nokkrir stóðu upp og aðrir voru svona alveg bara á ég að standa upp og svo spurst eitthvað sem eigið ættingja nákominn sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Loks spurst hvort að það þekki til einhvers kunningja og fleiri standa upp og enn fleiri standa upp. Í lokin standa allir upp í salnum. Og þetta er náttúrulega bæði rosa átakanlegt og fólk var kakki í hálsinn og það er líka rosa samtakamáttur í því að fólk standi saman og sjáu hvað þetta er stórt vandamál og þetta sé eitthvað sem virkilega þarf að breyta. Mér langaði að reyna að gera eitthvað svipað með þá einhverjum myndrænum hætti og taka þetta einhvern veginn aðeins skrefinu lengra út frá þessum beauty tips sögum allum og af því að það er svona lokaður hópur. Þá hef ég samband við Jóhannu, vinkonu mína. Hún hannar þetta logo. Þegar maður leit yfir Facebook og sá allar þessar gulu og appelsínugulmyndir þá var þetta aldrei mikið sjokk að sjá þær. Bjóstu við þessum viðbrögðum? Ég vonast þetta til þess að fólk myndi aðeins fá þetta sjokk því að það þarf stundum til þess að fólk fari að vilja breyta. En ég
Þú veist, ég set myndina út á netið bara einhvern tímann rétt fyrir miðnætti og bít á jaxlinn og fer að pósta þessu bara út allt og strax daginn eftir, bara fyrir hádegi eru fjölmiðlar farin að hafa samband og það voru bara allir eiginlega, gulir og appelsínugulir og berjast gegn þessari þöggun, sko. Já, líka gott að netið svona sameina fólk. Fólk getur svona komið saman sem hópur og verið sterkar og hávær rödd á netinu, sem mér finnst rosalega fallegt. Aðgengilegt og það geta allir tekið þátt. Og þetta eru alls konar konur og alls konar strákar og það svo auðvelt að styðja fólk líka á internetinu. Þú veist, þú þarft ekki að fara að mæta einhvert eða gera neitt, þú bara sér þetta og þú ert sammála og þú tekur þátt í að styðja það og þarf bara ít að taka á þegið eitthvað. Það er erfitt að segja frá broti, kynferðisbroti sérstaklega. Og ég skilða alveg að það er ekki auðvelt að gera en þvílíkt frelsandi þegar þú ert búin að því, sko. Og finna þennan meðbyr sem þú færð, sko, þá tvíeflismæður í þessari baráttu. Þannig að þetta er, sko, að fá að tala út, þetta er það sem að mun breyta hlutunum, skilur við. Fólk vill ekki láta þakka niður sér lengur, það er hinga ekki lengra andrúmsloft í gangi sem er svo aðdánavert. Man finnst eins og margir sig að gera sér grein fyrir því núna að þeir hafi mögulega farið yfir mörk manneskju án þess að gera sér grein fyrir því á sínum tíma. Þetta er einhvern veginn þessi eltingaleikur það að karlar eiga endalaust að ganga á eftir konum og þær eiga endalaust að segja nei, en síðan allt í einu verður þetta spennandi ef hann bara gengur nógu langt á eftir henni. Það er alls konar svona skilaboð í kringum okkur í samfélaginu sem eru ruglandi. Já, ég hugsa að með betri samskiptum mætti koma í veg fyrir mikið af kynferðisofbeldi. Hvað áhrif hefur umræðan undanfarið ár og hálft ár haft á þessi mál? Mér finnst umræðan hafa verið mjög góð undanfarið ár með að það opnast alls konar umræður í kringum svona kynferðisleg málefni en við erum kannski samt sem áður í þeim spórum að við þurfum að fara að horfa meira í það, við þurfum að tala meira saman kynlíf heldur en að tala bara kynlíf. Af því að við erum voða duglega að halda því á lofti hvað við erum frjáls og hvað við erum tilbúin að taka þátt í alls konar nýjungum og öðru slíkum meðal annars í kynlífi, en við tölum bara aldrei virðist vera það við réttu manneskjuna og það er manneskjan sem við ætlum að sofa hjá. Stelpumyndunum, Disney-prinsessunum troðið ofan í kokið á litlu stelpunum frá því að þær eru 3 ára og þeir gleypa við prinsessuhugmyndinni strax. Strákarnir því miður leita síðan í klámið alveg rosalega ungir. Klámið er rosalega miskunnarlaust, hart, jafnvel dómhart og ofsalega kassalega stereotypur í kláminu eins og eru í Disneymyndunum. Svo fara strákurinn og stelpan upp í rúm. Afleiðingin getur orðið jafnbrautarslys. Stelpan kannski býst við, einhverju bleikri ástarsömu, skilurðu, úr einhverju rómantískri gafmynd, á meðan strákurinn býst við bara hardcore action. Það er akkur, held ég, oft á tíðum, þar sem að vandinn kemur upp, að það er ekki sama handritið í gangi og fólk getur ekki talað það. Stundum er það bara vandræðilegt að tala það, það er bara ekkert hægt að tala það á þeirri stundu, en þá þarf maður að hugsa, hvernig getum við jafna leikinn? Hvernig getum við passað að við séum bæði í sama leikriti? Það vissu allir hver laukarinn í bænum var eða þorpinu, það vissu allir hver perrinn í þorpinu var, það voru allir varaðir við honum og allir læddust á tánum, Nú má bara átta þessa menn. Heldurðu að það sé auðvelt að komast upp með að vera kynferðisafbrotamaður á Íslandi, sérstaklega að litið til dómskerfisins? Ég held að réttarkerfið á Íslandi í kynferðisbrotamálum að það virki mjög vel, sérstaklega fyrir brotaþola. Það er mikil og opin umræða kynferðisbrotamál á Íslandi og raunar allt of mikil á köflum að mínu mati. Það er að segja að maður opnar alla fjölmiðil í dag á Íslandi án þess að það sé verið að ræða kynferðisbrot sem eiga að hafa átt sér stað og vandamáli við umræðuna er að mínu mati það að það eru ákveðnir hópar sem að telja sig vera eigendur þessarar umræðu og ef að það sem að sagt er ekki algjörlega í samræmi við þá stefnu sem að þessir hópar hafa svo sem stigamót að þá eru þeir sem að leyfa sér að vera á öndverri skoðun að þeir eru oft á tíðum útrópaðir kallrembur eða stuðningsmenn kynferðisbrota
eða eitthvað þaðan að verra og það tel ég afskaplega slæmt.